Í Hvalfirði stóriðja, þar sem framleitt ál og járn. Sveitin falleg og blómleg bú hér allt. Ferðaþjónusta fer vaxandi, líkt og víða land. Nærri stóriðjunni á Grundartanga þéttbýli kallað Melahverfi. Þjóðvegur 1 liggur þar nærri og má sjá stóriðjuna frá honum. Milli þjóðvegar og stóriðjunnar mikið og stórt svæði, 200 hektarar. Að hluta til hefur það land verið nýtt undir kvæmatilraun í asparækt og má sjá góðan árangur af henni. Þessi reitur hérna, hann efnilegur í timburframleiðslu. Ég held að megi segja að þetta sé yfirburða hæstu trén hérna á svæðinu. Örugglega svona 10-12 metrar. Ég vil giska að þessi tré hérna séu milli 15, 20, 25 ára gömul. Og þau eru bara orðin nokkuð góð. Sumar þessara aspa eru farnar að vera gjaldgengar í kurlunni fyrir Elkem. En hér einungis rétt svo mittismál á milli trjáa. Það svona í það þrengsta. Svona það bil meter tæpur. Svo þessi tré, fyrsta lagi standa of þétt en þau geta samt orðið að einhverju. Það 21. september og kannski eðlilegt að það sé farið að hausta. En hér haustar ansi snemma og eru skuggaleg blöðin en vöxturinn samt ágætur í þessum trjám. Ekki hægt að kvarta yfir því. Það nóg á grasi hérna til að bíta. Þess vegna væri tilvalið að reyna að beita þetta vori og sjá hvernig viðbrögðin verða. Þar sé ef að yfirvöld leyfa að beita svona nálægt álveri. Það er greinlegt að skurðarkerfið að gera góða hluti hérna fyrir svæðið, þó svo það reyndar sé að fyllast af jarðvegi og fleiru. En hingað til hefur allavega skilað góðum árangri, en það spurning hvort að þið ekki að hressa upp á þessa skurði. Dýpkað á eða eitthvað til þess að gefa öspónum betra tækifæri. Þegar vel tekst til við framræsingu mýra og votlendis, til dæmis með skurðum eða plægingum, þá ekki óalgengt að grasspretta verði mikil. Hér alveg augljóst dæmi þess. Sem bara gott, það ríkur jarðvegur hérna og má því vænta að hér sé hægt að rækta ýmislegt. En það stutt niður á vatn, samt sem áður. Það svona þaulputtaregla, þar sem sést fífa, þar á ekki að gróðursetja. En það sér maður aspirnar hérna, það svona rétt svo tóra. Aftur á móti kemur víðir inn á milli sem að spýtast upp. Skemmtilegt að sjá hvernig laufmassin helst á sumum öspónum en ekki í öðrum. Hvort að það út af vatnsstöðu eða klónum. Það virðist þetta vera sami klónn, merkilegt. Ef það væri stemning að gera þetta svona skemmtilegum útivistarskógi, þá væri mjög skemmtilegt að uppvista hérna upp í mannhæði eða svo. En það þyrfti að vera skipulagt, það má ekki opna skóginn of mikið. Mýrlendið hefur verið tekið undir ösp og skilið eftir það sem ekki svo blautt, þessi melur. Hann hefur aftur á móti tekið stakkaskiptum og gróið töluvert frá því að hér var beitafriður. Það væri nú gjammalegt að búa þarna í fjarska. Það ekki nema 3 km þaðan í álverið. Það væri gott að geta hjóla til dæmis í vinnuna, gengið eða eitthvað notalegt. Það frekar opið svæði hérna. Það mætti alveg dreytið að nokkrum trjám viðbót. Það eru hérna lítil tré að vaxa og einhvern tímann mun hérna verða skógur. Það má jafnvel gera betur og hugsa aðeins þennan skóg og hvernig hann lítur út frá til dæmis vegi eða alls konar aðkomu. Eins og gengur þá eitthvað að gerast hérna í greninu. Öspin kannski ekki eins falleg. En þetta góð byrjun. Það bara ítið svo áfram. Það lítur vel út.